komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna eiginlega flesta miðvikudaga. Þá Trump-dagurinn á Samstöðinni. Og þá fáum við fólk til þess að koma hingað og ræða Donald Trump og áhrif hans kannski fyrst og fremst svona á bandarískt samfélag en líka á hugmyndir okkar og á heiminn og hingað komin góður hópur af fólki. Eva H. Önnudóttir sem prófessor í Háskólanum, Frosti Logason sem þetta ekki ritstjóri á Broadcast og Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagnfræði. Það búin að vera ýmsar fréttir á honum, það náttúrulega mikið snúist tilraunir hans til þess að koma á friði, myndum að segja, í Úkraínu. Það undirbúningur hans að mögulega innrás inn í Venezuela. Það verið að skjóta báta á Karíbahafinu. Lögmæti þeirra mála fer líklega fyrir þingnefnd og það nú komin eitthvað svona órói í liðið að reyna að kasta ábyrgðinni, hver hafi raunverulega gefið skipunina. Svolítið fréttir af því. Hann var að skipta sér af kosningum í Honduras. Krafðist þess að hætt að telja þegar hans maður var með fleiri atkvæði. Náðaði líka fyrirverandi forseta Honduras sem hafi verið dæmdur í 45 ára fangelsi fyrir fíkniefnasmygl í Bandaríkjunum. Í vonum að hann gæti svona ýtt undir stuðning við sinn mann. Og margt annað, eins og alltaf en eitt sem hefur verið undanfarið og það byrjaði svona þessu svona undanfarið, þá var það grein sem var í New York Times sem var að halda því fram að hann væri orðinn ansi gamall kallinn. Hann dygði ekki til vinnu nema milli 12 og 5 á daginn og þar væri reynt að sópa einhverju svona saman en annars væri hann bara mjög þreyttur og síðan hefur svona frásagnir þessu verið eiginlega í fjölmiðlum eiginlega út allan heim og eftir þetta þá hefur hann tvisvar sinnum svona að því að virðist svona dottað á blaðamannafundum sem það þykir ekki gott. Það ekki alltaf, hann ekki alltaf aðal númerið í blaðamannafundum en þegar hann ekki að tala þá hefur hann þá svona lignir hann aftur augunum og hegða sér eins og sofandi maður. Ég held að það sé nú bara hátíð miðalög hvernig þetta var hjá fyrirrennar hans sem var alltaf að dotta þegar hann var að tala sko. Já, hann inni mikil svefn fyrir hann inni svefn til þess að jafna bætin. Já, heldur betur. En það ekki gott ef forseti Bandaríkjanna, þetta náttúrulega rosalegt starf og maður velti fyrir sér 79 ára, maður hugsa svona hvað tekki maður sem 79 ára, myndum maður vilja að sá yrði forseti Bandaríkjanna? Nei, það Ég held að það sé alveg að Donald Trump of gamall til að vera forseti Bandaríkjanna. En þetta kannski síðasta ástæðan fyrir hann óhæfur til að vera forseti Bandaríkjanna. Það mjög margar ofar á listanum en aldur hans. En hins vegar dáist nú að orkunni sem hann þó honum tekst að finna hjá sér. Þess á milli sér maður að hann náttúrulega ekki með eðlilega orku sem maður. Ég meina listir hann því sem þú listaðir upp yfir hvað hann búin að vera að gera undanfarna daga náttúrulega mjög impressive. Já, ég myndi segja að hann náttúrulega bara alveg lygilega atorkusamur og sérstaklega og berða hann saman við fyrirrennarann Joe Biden og Þú væri nú líka að tala bara hress við liðin á Biden. En sko, ég meina þeir eru svona svipuðum aldri og það alveg rétt sem þú segir að fólk á þessum aldri með fullri virðingu, ég myndi ekki vilja bjóða mömmu minni upp á að vera að gegna þessu embætti á þessum aldri. Undirbúa árás á Venezuela og skipta sér kosningum í Honduras og reyna að selja í Úkraínu. En þetta ekki smá ábyrgðarfullt starf en hann virðist samt vera með talsvert meiri orku heldur en fólk almennt á þessum aldri og það virðist vera nóg eftir af því. Þá var einhverjar, eins og þú veit með þessar vangaveltur að hann sé orðinn einhvern veginn líkamlega eða andlega örmagna og þess að sinna þessu starfi en sko þeir sem að segja það í dag þeir voru ekki á þeirri skoðunum Joe Biden þó að það væri miklu meira ábyrrandi. Já, það kannski ekki máli, það voru margir sem fundu að því og meiri segja demokratar á endanum sögðu þetta væri óhæfa að hann væri þarna. Já, og meðal annars því að þú ert með svona veika forseta þá eiginlega felur völd eitthvað svona hóp í kringum hann og maður velti því fyrir sér hvort það hafi áhrif á Trump þar sem hann með svo mörg járn í eldinum að það bara eiginlega of mikið. Þú veist, það hefur engin athyglisbann í því að það ætlaði bara
skipta sér öllu í heiminum. Nei. Og ef þú ert þannig, að þá endanum þá annarkvort það einhver aðri sem að taka ákvarðanirnar eða þá að þú ert að flakka á milli og hefur ekki einbeitinguna til að klára neitt af þessum málum. Sem að sumuleyti virðist vera eins og í Úkraínu, hann skiptur skoðun, Úkraína með svo hann skiptur oftar skoðun heldur en þetta helvítis rauða bindi sem hann alltaf með. Já, ég held að við verum að gerum okkur alveg grein fyrir því að þegar fólk komið á þennan aldur, hann að verða 8 að þá getur heilsunni hraka hans skart á bara, gerir ekkert endilega boða undan sér, auðvitað bara óska ég honum góðrar heilsu bara næstu 10-15 árin. En það bara ákveðin áhætta sem að þegar að fólk á gammalsaldri í leiðtogastöðu og það sem að það er náttúrulega ekki hægt að setja aldursmörk á hver má vera forseti Bandaríkjanna eða forsætisráðherra eða hvað það nú En þetta sýnir kannski hvað prófkjörin í Bandaríkjanum eru bara arfaslög leið til þess að velja frambjóðendur vegna þess að þá í raun og hafa flokkarnir bara mjög lítið það að segja hvernig leiðtoginn, hvað hann gamall, ef maður getur orðað þannig, ef flokkarnir koma kannski meira að þessu eða hafa svona meiri áhrif á hverjir veljast til starfa, þá gætu kannski haft í huga að hafa eitthvað sem á kannski góð 20 ár eftir, eða 8 ár. Það voru ýmsir yngri sem voru í bæði á móti Biden og Trump sem voru í forkostum. Já, ég er bara að segja prófkjörin opna á þetta. Já, prófkjörin opna á þetta, að flokkarnir hafa þá minni áhrif heldur en ella. En Þú meinar að í prófkjörin íti frekar undir að við kjósum gamla þekktamannin og ríkamanninn? Heldur en við vitum ekki allt og mikið þennan 45 ára. Allar rannsóknir sína þekkti maðurinn eða einstaklingurinn á betri séns í prófkjörum heldur en aðrir. En það bara eina sem ég er að benda á að það ekkit, við getum alveg spúist því að hans heilsu fara að hraka eins og fyrirrennar hans. Það alveg rétt, en ég held samt að það sé hægt að halda því til haga að það í raun og veru ekkit sem sanni það enn sem komið að hann sé komin á eitthvað stig þar sem hann valdi ekki embættinu. Það einhver orðaðar hann það svolítið erfitt með að sína fram og hann sé komið með svona elliklöpp af því að til dæmis ræðu aðferðir og hvernig hann framsetur mál hinga til hafa alltaf hljóma svolítið svo erfið elliklöpp því að hann veður úr einu í annað og ég meina því þekki það, þetta náttúrulega bara eins og rant. Þetta svona óskipulögð hugsun, þetta stream of consciousness sem að vellur upp úr honum. Já. Og hann einhvern veginn að tala við salin, hann svona fáir sem að geta þetta, að vera að tala við íþróttaleikong. Þetta eitt af því sem að mörgum stuðnismönnum hans, sem að þeir heillast af, það þessi. Já, en það verður til sérstakur ræðustíll á því að þannig að þú segir hitt og þetta, gefur hitt og þetta til kynna, þannig að öllum finnst eins og að hann sé sammála sér, en hann segir ekkert nógu skýrt til þess að einhver getur komist að því hann ekki á minni línu. Þannig að þetta aðferðin við að tala við íþróttaleikong að segja, að vera svolítið harður en segja ekkert ákveðið. Þetta mjög furðuleg aðferð. Og nota svona tungutak sem að kannski fellur vel í almannaróminn. En ég var einmitt, ég búin að vera að hlusta á bara alveg þessu ótengt, en ég búin að vera að hlusta á blaðamannafundina sem hann hélt í COVID-bylginni, út af bara rannsókn sem ég að gera. En það sem ég heyri þar það sem að hvernig ég heyri hann tala núna, að tala var kannski 2 tíma blaðamannafundur, eða kannski 1,5, þar sem að hann talaði bara allan tíman. Og fór í mótsagnir við sjálfa sig og tók ekkert endilega ráðum sérfræðinga og ég held að það megi alveg heimfæra það. Ég held að þessi stíll hafi bara ýkst ef eitthvað á seinna kjörtímabilinu og þannig að það Það sem hefur gert til dæmis stjórnmálafræðingum erfitt fyrir að negla ekki niður hvað trumpismi vegna þess að hann segir oft andstæða hluti. Já, hann fer í mótsagnir við sjálfa sig og svo líka eitt af þessum að hans orðræða gerir, okkur er oft mjög tíðrætt svona skautun og svona tilfinningarhlanna skautun, þar sem að fólk hefur svona óbeitt á andstæðinganum sínum og hingað til að þá nú oftast verið þannig að stjórnmálamenn og konur hafa verið svona buffer fyrir það, hafa yfirleitt ekki tekið þátt í þessari orðræða allavega ekki opinberlega.
en hann Hann gerði það svolítið á 4. áratugnum. Já, ég að tala kannski undanfarna áratugi, en hann akkurat á hinu undanum. Hans orðfæri, hvernig hann talar til dæmis sína andstæðinga og fjölmiðla og annað, ekki til þess að ýta undir umburðarlyndi. Nei, en það er svo skrítið einmitt að þessi filter sem að stjórnmálamenn almennt hafa, hann virðist vera orðin svona, eða þú veist, í hugum kjósenda margra hverja, orðin mjög þreyttur og fólk nennir ekki lengur þessu svona yfirborðssjali stjórnmálana og þegar að hann talar með svona óhefluðu málfæri eins og hann gerir sem að mörgum finnst kannski réttilega alls ekki leiðtoga hins vestræna heims sæmandi á köflum, að þá það samt þá snertir þetta eitthvað tón í hinum almenna bandaríkjamanni sem að þeir kunna að meta. 4% kjósenda sem nóg til þess að 4%? Sem að nóg til þess að hann vinnur frekar. Já, ég held að það sé miklu meira en það. Þú heldur það, Já, ég meina... Þú heldur að þessi 4% sem ég haldið fram að sé, kannski 10, að þú heldur að það sé bara allur almenningur. En ég held að það sé bara ákveðin hluti kjósenda sem að nær að tryggja það að Trump vinnur í staðin fyrir Kamala Harris, sko. Hann vann með einhverjum 2,5%, sko. En svo líka bara Hanna bara örstuðt, það eitt að vera ósammála, og veist, ég ósammála andstæðingum mínum og út af þessu og þessu, og svo annað að kalla þau heimskingja og leikingja, það það sem ég að vísa í, ekki allir þurfa að vera strjúkakúröður. Ég ekki að segja að málfar hans sé allt til fyrirmyndar, alls ekki, en það þessi óvenjulega beinskeitni sem að verkar heillandi bara á marga. Smitandi, mér finnst vera meiri svona brútalismi bara í samfélaginu. Ég held að það sé áhrifin að Trump. Að þegar Bandaríkjanna talar bara ruddi, að þá allt í einu opnast fyrir alla ruddana í ykkur. Það alltaf spurningi hvort að hann sé bara að taka lokið af pottinum sem fyrir, eða hvort að hann að búa til pottin. Nei, það bara, í pottinum rasismi og ruddaskapur og alls konar dótur í, og það sem að þú kannski að vísa til þess að stjórnmálin hafa svona frekar vilja að vera lokið á því, þannig að gjósi ekki upp úr í samfélaginu okkar. Við vitum það ef að, var ekki Sorba sem sagði, ef að maðurinn lyktaði innræti sínu, það var ekki líft fyrir fílu, þannig að við vitum alveg að maðurinn ekki allir góður, sko. En punkturinn ég er saman því. Opinbera kerfi okkar reyni að hafa heimil á því frekar heldur að íta undir það, sko. En punkturinn var bara að Trump hann hefur aukið á þessa umræðu, þessar skoðanir sem við myndum kalla hatursfullar og og bara og það ekki bara það hann sé eitthvað með að veita þeim brautar gengi og rallust fólk sem fer fram með hatursfullar skoðanir af loksins fengi rödd, hann að ýta undir þeirra jafnvel búa til, og besta dæmi var bara núna í síðustu viku þegar að nokkrir þingmenn tóku sér saman demókrataflokknum í öldungadeildinni og fulltrúadeildinni og gerði myndband að það sé hvöttu hermenn til þess að hlýða ekki ólöglegum skipunum frá sínum yfirbúðurum sem er bara basic Þingmenn-demókratar sem allir hafðu reynslu að því að vera hermenn varandi í Karabahafinu Nei, bara þetta var sett á almennum nótum, sko, sett fram á almennum nótum, og þetta er bara eitthvað svona, þú veist, basic, þetta er í öllum handbókum hersins að það á ekki að framfylgja ólöglegum skipunum, þú veist, það er bara er basic. En Donald Trump brástu við því með að kalla eftir því að þetta fólk verið tekið í lífi án dóms og laga. Er það hengt? Nei, án dóms og laga vildi hann ekki að verið kært fyrir landráð. Já, hann sagði bæði, já. En hann sagði líka. Nú líka er þið bara... Og þetta er náttúrulega svona, þú veist, maður sem er nýbúinn að vera nýbúinn að vera í Charlie Kirk eftirmálunum, sko. Þetta er náttúrulega sko ekki bara hvetja til ofbeldis, heldur er svona beinlínis nánast að beita sig fyrir því, sko. Nánast alltaf þegar ég heyri eitthvað svona Donald Trump sé að kalla eftir einhversi hengdur og svona, þá ég fer að skoða það betur, þá er það ekki alveg það sem hann var að segja. En ég veit reyndar ekki, ég hef ekki séð þetta. Það stendur á það, sko. Já, ok. Ég þarf að googla þetta eftir. Það er náttúrulega, það er ekki allir sem að túlka allt sem að Trump segir á besta veg. Nei, það er sannarlega ekki þannig. En ef við veltum aðeins fyrir okkur, sko, hvað Trumpismi er, og Nú ertu með svarað við því? Nei, en ég meina tillögu allavega hlutaði, að það er svo margt í hans sko orðræðu og hegðun sem að gengur svona gegn frjálslyndu lýðræði. Og þá er ég að tala bara lýðræði sem við erum búin að koma okkur saman að það sé ákveðin borgarleg réttindi og mannréttindi sem eru varin
og við búum í við lagarríki eða réttaríki og allir séu jafnir fyrir lögum og svo framvegis. Og þetta til dæmis með sem að þú varst að vísa í að það bara taka fólk að lífi án dóms og laga og svo sagði hann hitt líka eða það að hætta að telja í einhverjum kosningum þegar hans maður eða kona búin að vinna og svo framvegis. Þetta allt gengur gegn þessum frjálslynda lýðræði. Og þannig að ég horf á hann sem sagt, já, Trumpismin andlýðræðislegur. Ekki andlýðræðislegur, menn hann náttúrulega kjörinn forseti, kannski trúir á það sem maður kallar svona kosningalýðræði, en hann í andstöðu við og gæti verið ógn við frjálslynt lýðræði. Hann ósáttur við svona valdreifða lýðræði. Hann ósáttur við að fjölmiðlarnir eða akademían eða í okkar tilfelli kannski verkalýðshreyfingin að það sé svona að við séum í það sem að samfélagi sé svona einhver degla það sem mjög valdreift og völd ríkisvaldsins séu takmörkuð með einhverjum hætti að það sé þrískipting ríkisvaldsins hann virðist vera á móti þessu hann vil að almenningur bara kjósi sig og þar með hafi hann vald til þess að raunverulega stýra samfélaginu í tiltölulega bara mikromanagement ákveða hver eigi að vera fréttastjóri á CBS og hver eigi að vera forseti Honduras og alls konar. Ég held að þetta sé nú aðalega túlkun andstæðinga Donald Trump. Hann heldur í raunverulega fram að sá vilji sem kemur út úr þessu valdreiða lýðræði að það sé ekki vilji lýðsins, heldur sé að einhver elita sem hafi náð völdum, þannig að það sem kemur frá fjölmiðlunum eða akademíunni eða Hollywood eða úr menningunni eða úr menntakerfinu sé örlítil klíka sem hefur náð völdum og sé að vinna og grafa undan vilji almennings. Þetta er bara ríkjandi hans orðræðu. Svo ég verði nú aðeins djöfulinn þá hefur nú ekki allt reynst alrangt sem hann hefur til dæmis sagt svona áróðus eiginleika bandarískra fjölmiðla sem að hann má segja að hann hafi byrjað þetta fake news uppnefni og fólk taldi að hann væri algjörlega slá vindtök og þetta væri út í loftið og brjálaði hjá honum en það hefur nú alveg sannast að þeir hafa í mörgum málum verið mjög hlutdrægir og sérstaklega í umfjöllunum hann BBC-máli sem var fyrir 2 vikum bara nú eitt skýrt og gott dæmi það. Finnst þið það eitthvað að vera svona eitthvað mjög hlutdrægur klipptir 2 hlutar úr sömu ræðu á 50 mínútum úr þessu 12 randi hans? Það klift þannig að út kemur að meining hans allt önnur heldur en hún raunverulega þannig að það fake news ég hlusta á þessa ræðu á þessum tíma og þú veist þetta var nákvæmlega eins og vorum að lýsa á þann stundum virðist hann vera hann segja hvetja fólk til þess að bara ráðast á þinghúsið stundum virðist hann vera að gera eitthvað annað og ég meina en hann var í raun bara að hvetja fólk til þess að fara og marsera friðsamlega þarna í þennan dag. En kannski eitt í þessu samhengi sem að mig langar að grípa frá þér Frosti með að það að hans gagnrýni hefur stundum og oft eða ég veit ekki, eða skilu ekki endilega, hefur alveg átt rétt á sér og og þannig að því ég tala frjálslynt lýðræði á hann þannig að þessi andstaða í raun og veru frjálslynt lýðræði kemur vegna þess að það eitthvað í frjálslynda lýðræðinu sem klikka hvort sem það eru fjölmiðlar eða eitthvað annað en lausnirnar sem að Trump kemur oft með eru kannski mjög ekki í anda frjálslyns lýðræðis þannig að lausnirnar eru kannski rangar og mér finnst oft gott að nefna þetta dæmi með frá fyrra kjörtímabilinu þegar lausnin við innflytjendavanda frá Mexíkó var að byggja múr við landamærin að hann var alveg að benda á eitthvað sem að margir telja raunverulegt vandamál og ég ekkert að draga það í efa, það getur verið það en lausnin var kannski ekkert endilega að byggja múrin. Hún var mjög svona drakónísk en já, ég held að þetta sé góða punktur að almenningur hafi upplifað svolítið frjálslynda lýðræðið einhvern veginn breiðast. Það var náttúrulega sérstaklega eftir búið að vera lífskjara stöðnun hjá bandarískri millistétt og verkalýðsstétt síðan 1970 þannig að þarna fólk sem upplifir sér svikið á allavega hennar svo kallaða nýfrjálshyggjutíma Já, og svo líka þessi innflytjendamál haldaði fram að við séum einhvern veginn leiðinni eða einhverju réttri niðurstöðu
með samfélagið, en það ekki að koma til okkar hérna í okkur minnistétt, við hefði ekki betur heldur en pabbi minn og þar undir göttunum, þannig það var augljóst að kerfið var að svíkja fólk, en það ekki þar með sagt að sko Trump sé svarið. Já, en hann hefur allavega að gefa hann það að síðan í janúar þá hefur hann skapað einhver 900.000 störf, hann hefur náð verðbólgunni úr 9% niður í 2,5%, hann búin að skapa meiri kaupmátt fyrir heimili. Þannig að það efnahagslega tölur eru nokkuð góður hjá honum. Það voru bara í síðasta mánuði voru fréttir það að sko ný störf varu miklu færri núna heldur en hefðu verið undanfarið. Hver að túlka það? Ég meina, framleiðslu störf. Já, meina að þetta var gert í lokuninni þegar alveg ekki var lokað og Hagstofan gæti ekki komið. Nei, ég er bara að tala síðan í janúar, þá er þetta aukningin. Þeir telja alltaf sko ný störf, sko, en þú getur hlaðið þeim saman, en hann það er ekki orðið til hlutfallslega fleiri störf í hans tíma heldur en bara almennt í Bandaríkjunum. Það engin sem að sér einhverju almenna velsæld, efnahagslega velsæld í Bandaríkjunum. Jú, það er 671,000 jobs added since January. Það bara manufacturing jobs up 400,000, the fastest in 30 years. Þú þyrftir að búa til 200 störf á mánuði til þess að það væri svona þokkalegt ástand. Já, en þetta er sko mesti vöxtur í 30 ár sem að það ekki sko. Það er bara þannig Smári minn. Þetta eru tölunar. Já, það er bara ekki þannig. Og það ég meina iðnaðurinn í Bandaríkjunum, þú veist eins og með sko það var heimsenda spámenn voru mjög háværir þegar hann kom með tollana fyrir. En er verðbólgan í Bandaríkjunum. Hún var 3% í janúar sem að þú valdir, hún var 3% í september. Þannig að þú, ég veit ekki hvað þetta lesa, sko. Já, ég er bara... Þú lest ekki meginströmsmiðla. Þetta er svona útreikningurinn eins og Donald Trump. Þú lest ekki Financial Times, Wall Street Journal. Jú, ég gerir það. Ég held rétt að tölur, sko, sem að Gunnar Smári er með, sko, að þetta sé cirka bara 3%. Þetta er náttúrulega svona eins og þeir tókunni kringum þakkargjörðhátíðina. Þá var Trump mjög mikið að hæla sér fyrir því hversu mikið innkaupakarfan. Fyrir kalkúnuversluna, hefði lækkað mikið. Og eggin. Já, bara þetta er allt saman lækkað gríðarlega mikið, sko. Og svo var farið að rýna þessi tölunar, þá bara búið taka allt úr körfunni. Það kostnaður við körfuna hafði minnkað, að þetta var helmingi minna í körfunni. Það er frábær reikniaðferð. Það var bara helmingi minna inn en var í körfunni fyrra og þar alveg hafði karfan farið niður. Hún hafði eins verið hækkað eitthvað 0,5% farið fyrra. Sambarlega. Hérna er tölur ný störf sem að verða til í Bandaríkjunum. Ef ég tek bara, þetta er bara ár sem ég fyrir tilbaka, að þá er það í nóvember og desember að verða til svona 250 til 300.000 störf og svo sérðu mánuðina hans og það er að vera að fækka störfum bæði í júní og ágúst. Þetta eru upplýsingar sem ég fæ út úr þessum sko, og ég treysti alveg sko Financial Times, þú veist ekki bara eins og nýju neti, en svona meir og minna þeir ekki að falsa tölur verðbólgu eða ný störf í Bandaríkjunum, ég hef ekki trúið því. Þetta er bara á opinberu síðu White House Gov. Já, það er því miður að það meiri segjar þannig sko fjármálaráður á Íslandi, það er ekki alveg að treysta tölunum þar. Það sleppaði stundum að telja með sumarskuldir og eitthvað lera. Þannig ég myndi ennþá treysta á þessa svona leifarnar af þessum gömlu almennu ritstjónum eins og þú veist, ég er ekki sammála ritstjónagreinum Financial Times sko, en sko fréttamennskan þar er ekki hrunin. Nei, það er sant. Strúktúral aðstæður í bandaríska hagkerfinu hafa ekki breyst neitt síðan Trump tókum við völdum og það það að allur hagvöxtur keyrður áfram af gervigrindafyrirtækjum. Og það hefur verið stefna líka Trump-stjórnarinnar alltaf með þetta, þú veist, að færa framleiðslustörf aftur heim sem alltaf ekki að gerast inn einum rosalega mæli alltaf ekki ennþá. En strategið þeirra að keyra hagvöxt sem nánast eingöngu í svona 7 gervigrindafyrirtækjum. Það sem að við að hagfræðingar farnir að spá nú þegar töluvert mikið til bólumyndun en það þurfa þessi fyrirtæki að skila gríðarlegum hagnaði til að standa undir þeim fjárfestingum og þeim væntingum sem að gera til þeirra. Þannig ég myndi nú ekkert vera einhver rosalega bjartsýnn. Nei, en það er það kannski komið ljós hvort að efnahagsstefna hans muni skila almenningi auknum hag og mann geta spáði svona með að við reynsluna sumi spáði að það gerist ekki og aðrir telja sér líku til þess að gerist og svona að sumuleyti er það kannski ekki bara fyrir svona páskana sem að fara að koma inn svona skýrar tölur það. Ég held að sé erfitt fyrir okkur að sitta hér og vera að meta hvort að Trump sé góður forseti eða ekki eftir í hvaða mat við höfum á því hvernig efnahagsþróunin verður í framtíðinni. Það er náttúrulega
þá erum við bara að tala okkar skoðanir en ekki hver hann er. Og svo náttúrulega ræður hann ekki alveg efnaðarstefnin alveg einn, eða þess að ferðinni, þar að segja, hvort þetta farið upp eða niður, sko. Sumir forsetar hafa verið heppnir og sumir óheppnir. Já, og það er náttúrulega þannig að það gengur vel að þá þakka leiðtogarnir sér og það gengur illa, þá er það heimsmálunum að kenna. Má ég aðeins fara aftur yfir í fyrirbrigði Trump, að þú sagðir að sko frægimaðurinn vinnur alltaf forkostningar. Oftar. Sko, á forskott, skulum orða það þannig. Trump er orðinn svo frægur að ég held að sé komin yfir sko Elvis og Marilyn Monroe og bara, hann er bara, ég held að sé einhvers stað nálægt Jesú sko. Ertu að tala hérna... Já, bara í vitund í heiminum, að þá er þetta orðið að einhver bara furðulegasta fyrirbrigði, menningarlega fyrirbrigði sem að vestra menning hefur getið af sér. Já, og spurningin er... Nei, ég bara að velta hvaða afl það er. Elvis bauð sig aldrei fram. Nei. Þú veist, hvaða afl það er þegar þetta fyrirbrigði sem hefur eiginlega bara tilheyrt sko bara sömuleyti stjórnmálunum kannski þú ert komin til valda eins og Kennedy eða eitthvað en þetta er bara svo magnað hvaðan er sko þekktur og frægur og þú getur farið inn í hvaða herbergi sem er í heiminum og þú getur startað þessu samtali sem við eigum hér. Það er allir með skoðun á Donald Trump. Það er alveg sama hver það er. Þú getur farið inn í leirkofa í Afríku. Þú getur farið upp á Tinda Tíbet. Það veit allir allt Trump og hafa skoðan á hann. Er þess að halda þið fram að hann sé svona þekktari eða meira íkon heldur en fyrirrennar hans í starfi? Kannski Kennedy, góðsögnin Kennedy. Hann náttúrulega ákvæðin ástæða fyrir því að hann náttúrulega var Þetta er eins og þegar John Lennon talaði að bítarnir var rótnir bigger than Jesus. Ég held að sé þar. Og þegar hann er að tala við bandaríkjamennum Lincoln og Washington, það dugar kannski í bandaríkjónum en ekki fyrir utan bandaríkjum. Þar er Trump sko það er fólk sem að veit allt Trump en hefur ekki hugmynd hver Lincoln er. Þetta er þessi bíll. Já, einmitt. Já, þetta er mjög merkilegt. Líka áhugavert svo að það er svona sögulega ábyrrandi þjóðarleiðtogar, þeir hafa alltaf svona útlits sérkenni einhver sem að, þú veist, þannig að lítið barn gæti auðvitað teiknað, þú veist, og Donald Trump er einn af þeim með þetta líka, þú veist, þetta er mjög merkilegt hvernig svona fígúra verður að því sem hann er. Hann er eiginlega fæddur til þess að verða blaðra. Það er eiginlega, þetta er alveg ótrúlega furðulegt menningarlegt fyrirbrigði. Já, ég tek alveg undir það, sko. En svo nú er líka, sko, ástæðilega að hugsa það sem hefur svo sem komið fram áður að Trump er alveg sér á báti en ég held að það að svona skrautlegur, umdeildur hvort sem það er útlitslega eða hvað hann gerir, hafi komist til valda þess að ef það væri ekki hann, þá væri það kannski bara einhver annar eða önnur. Heldur það? Já, það er alls ekki hægt að útiloka það. Ég held að það sem að ég er kannski að koma hérna er að ef við myndum segja að hann sé, Trumpismi sé vandamál að þá er ég ekki vissum að hans sem slíkur, sem persóna sé vandamálið eða vandinn heldur er eitthvað annað í gangi bara í bandarísku samfélagi kannski gríðarlega óánægja með sem að fleytir svona umdeildum leiðtoga inn við getum mögulega að segja Elon Musk bjóða sig fram eitthvað tímann hann er nú álíka umdeildur eða eitthvað annan sem ég kann ekki að nefna þannig að allavega við tölum rosalega mikið einmitt Trump sem persónu en ef við horfum á hann af hverju er svona í raun og veru umdeild manneskja í þessu embætti hvað er? Það er góð spurning líka að því að sko eins og þegar þeir eru að bjóða sig fram Donald Trump og Joe Biden þá hugsa allir geta Amerikanar virkilega ekki fundið í öllu þessu hafi af mannfólki fundið bæði yngri frambjóðendur og svona frambærilegri en þú veist til dæmis í rauðum republikana þá átti engin möguleika á að komast fram fyrir Donald Trump það var bara þú getur ekki reynt að sjá það fyrir þér með neinum hætti hvernig það ætti að geta hann var algjörlega með yfirbörði frá upphafi sko þannig að
það er rosa sérstætt hvernig hann sópar þessu svona að sér. Þetta ekki bara persónuleiki Trump. Þetta náttúrulega líka það að hann er náttúrulega persónuleiki, skoðanir, aðgerðir, allt saman á tengt náttúrulega. En hann er náttúrulega líka að fara gegn mjög hann er náttúrulega að fara gegn öllum okkar helstu kerfum og hann er náttúrulega mjög umdeildur. Þú veist, hann er ekki hann hefur náttúrulega dóminerað stjórnmál í Bandaríkjunum núna í mjög langan tíma á hátt sem að einhvern veginn mjög fáir bandarískir forsetum hefur tekist að gera. Þú veist, bara við 2000-öldinni Franklin Delano Roosevelt, Ronald Reagan. Þú veist, hver hefur náð að dóminera í meir en áratug, bara öllu pólitíska sviðinu. Bara þeir, held ég. Þú veist, hann er algjörlega sér að báti í sögu Bandaríkjanna, hvað það var þar. En hins vegar er hann ólíkur þeim í þeim skilningi að þeir voru mjög vinsalir, sérstaklega á sínum hápunkti. Þú veist, þvert á í rauninni pólitíska leitrófið. Þú veist, þeir höfðu unnu stóra meirihluta, fengu mikla stóra meirihluta, bæði Reagan og Roosevelt. Trump hefur alltaf verið rosalega óvinsæll líka. Núna er hann alltaf verið líka óvinsælasti stjórnmálamaðurinn og vinsælasti stjórnmálamaðurinn. Hann er þessi bæði. Hann er sann að þú þarft ekki að vera vinsæll. Já, hann er sann að þú getur unnið á rosalega litlum margin og það er miklu betra að hafa þennan svona rosalega sterka kjarnastuðningsmanna sem að hjálpa þér. Allavega hefur það virkað fyrir hann. En það sem er alltaf áhvert núna, nú fáum við svolítið að sjá mögulega á næstu mánuðum, en það er aðeins verið að gerast og það er upp á hvaða marki er til Trumpismi án Donald Trumps. Af því að hann er náttúrulega núna, það hefur verið grafið dálítið mikið undan honum undanfarnar vikur og úrslitin í kosningunum í síðasta mánuði og núna í Tennessee í gær eru svona að gefa til kynna að kannski að strategía repúblikana til þess að halda sætunum sínum í kosningunum í næsta nóvember verði að fjarlægja sig meðal annars Trump. Því að þetta hafi verið mjög slæma niðurstöður undanfarið frá og samanskapi hefur komið fram mikið gagnrýni á Trump frá repúblikanaflokknum sem er alveg nýtt undanfarnum árum. Þú veist, það er komið miklu sterkari gagnrýni innan úr röðin repúblikana á Trump en hefur verið bara síðan á fyrra kjörtímabilinu. Bæði út af náttúrulega Venezuela, þú veist, gegn stríðinu, Jeffrey Epstein og annað slíkt. Það er mörg mál. Þú veist, Marjorie Taylor Greene er kannski sterkasta dæmið mannsku sem hefur skilið sér frá Trump, Skilið sér stuðningur við Ísrael? Stuðningur við Ísrael, hann er gott dæmi. Tucker Carlson er mjög núna bara er að vaða í kannski ekki beinlínis í Trump, í Trump, en líka sérstaklega fólki sem er bakveðan í Hvíta húsinu, eins og Stephen Miller og Pete Hegseth og eitthvað svona, Þannig já, það er að verða svona, við erum að sjá átakalínunar er að verða mjög opinberari núna, en það hafa verið alltaf langan tíma. Þannig að það getur verið svona áhugavert að sjá hvert þessi makarhreyfing allar að fara fyrir næstu kosningar. Mér finnst þetta sem ég verið að segja, bjó Trump til bylgjuna eða er hann að ríða bylgjuna sem er álitamál og þá getur maður, af því að við vorum að byrja að tala um hvað var hann gamall og svona, það er náttúrulega vakið spurningar hvað getur tekið við og mér finnst svona almennt verið að tala um að D.D. Vance standi raunverulega veikt og menn eru fannir að leita hímsu alls konar til þess að hver gæti gert þetta með einhverjum sambarlegum hætti og hann er að gera að þú veist maður sér það ekki alveg að einhver af þessum sem hafa verið nefndir hefðu geta búið til Trump-tímabilið. Ég bara sé það ekki, Af því að ég kannski löglegt að fara að taka Hitlerinn í þetta, En hefði þróunin orðið svona ef að Hitler hefði bara rasaði ykkur staði og í hólu og dáið ungur. Það er erfitt að segja. Ég eftir að segja það. Þá hefði nú bara komið ykkur annar. Það er aldrei alveg þannig. Það er alltaf erfitt í raun og veru, það er gaman að velta þessu upp. Það er að segja hvað hefði gerst ef að Hitler hefði ekki komist til valda, hvað hefði gerst ef að Trump hefði ekki verið kjörinn fyrir hefði hann kjörinn fyrst. En hann, að því þú nefndir J.D. Vance og fleiri sem eru í stjórnmálum núna, þegar Trump kemur inn á fyrrakjörtímabilinu þá kemur hann inn sem outsider, eða utankomandi. Hann var ekki búinn að vera hluti, hann átti ekki feril í stjórnmálum, hann átti feril í viðskiptum. Þannig að, og ég er ekki að spá neinu hér, nema það að ég held að sé mjög erfitt að taka í sundur persónuna Trump og hans stíl og það að hann sé forsetinn, skilur við. Þannig að ég bara veit það ekki, en það sem ég er að segja er að þetta sýnir okkur að það er ekki útilokað
að það mjög mörgum fannst bara trúðu því ekki að hann myndi vinna fyrra forsetakjörið, en það var það líka 50-50 þegar hann bauð sig fram á móti Hillary Clinton. Þannig að það náttúrulega borgar sig bara spá sem minnst, það ekki bara nú. En náttúrulega líka upp á einstaklingin, náttúrulega líka hans afrek að vinna í kosningum á móti einstaklega óvinsælum frambjóðundum, eins og Hillary Clinton var náttúrulega óvinsælasta manneskinn í Bandaríkjunum ásamt honum, og svo Kamala Harris náttúrulega líka mjög óvinsæl og bara lítið þekkt ekki búin að fara í gegnum neinn prófkjör eða neitt, það er bara furðulegur valkostur hjá demókrötum. Þetta er náttúrulega áhugaverð togstreita spurning, hvert er samband einstaklingsins við söguna, bara svona gerendahæfni manneskjunar. Í sakfræðinni heitir þetta Great Man History Heldur að Bernie Sanders hefði ekki gert betur heldur en Hillary Clinton 2016, ég myndi veðja á það, ég hefði viljað persónulega að það hefði verið niðurstaðan að hann hefði farið fram, en ég náttúrulega veit það ekki, það hefði verið líka mjög hörð baráttu gegn honum. Já, en Hillary Clinton var eins og þú segir gríðarlega óvinsæl, og þetta var einhvern veginn mjög sérstætt hvernig demokrataflokkurinn ræði niður Bernie Sanders á þessum tímapunkti þegar hann var að soga að sér fylgi að því virtist vera, og þetta var en ég ætla að orða þetta öðruvísi á þess að nefna Hitler. Það sem að Trump tekst að hann er með svona bara kjarnafylgi repúblikanaflokksins sem að getur ekki hugsað að kjósa demokrata. Hann er með þessa makarhefingu, það sem er sambland af bara hvítri yfirburðahyggju, evangelísku stjórnmálarhefingunni sem að til dæmis Ronald Reagan náði undir sinn væng, að sumuleyti Nixon reyndi það, en Ronald Reagan tókst einhvern veginn að halda saman svona ólíkum hópum sem að fljótubræði virtust ekki eiga samleið í pólitík, en þeir saminuðust af því að þeir treystu sama manninum. Að sumuleyti tekst Trump að gera þetta. Hann er með þarna, þetta er ekki alveg samstæður hópur sem stendur á bakvið kjörans og eru með bara mjög ólík sjónarmið eins og sést til þess í ríkisstjórnans. Hann er með svona, til þess að hann getur ekki komið með skýra stefnu í Úkraínu af því hann er bara með klofna ríkisstjórn. Aðrir segja bara að við höfum að höggva þetta af okkur, þetta er ekki hagsmunir Bandaríkjanna. Hinir segja að við höfum að halda áfram að reka utanríkisstefnuna sem Bush var með og eitthvað fleiri, og það er bara ólík sjónarmið. Sjáu þið einhver annar en Trump geti haldið þessu raunverulega ólíkum hugmyndum saman í tjaldinu. Þess að makarheifingin, hún er kannski aldrei meira heldur en svona 15-20% af kjósendunum. Stefnan er náttúrulega öll svona mörkuð af þessu America First hugmyndafræðin, og ég held alveg að eins og J.D. Vance eða Marco Rubio sem eru mjög hliðhollir þessari stefnu og mjög sannfærir. Þeir eru sirkur í línunni í Úkraínu Já, en þeir eru samt á þeirri línu að Bandaríkin eigi ekki endilega að vera þessi stóri aðili sem að skipta sér út um allt. Rubio er eiginlega þar Það er vandamálið með þetta þess vegna er hann ekki sendur þess vegna er einhver fasteignasalega að tala við Pútín en ekki utanríkisráðherra. Þannig hann er bara ekki, hann er að reka tvær utanríkisstefnur með tvær utanríkisþjónustur, annars er það með utanríkisráðuneytið og svo er það með einhverja svona tengdasoninn og eitthvað fasteinagaur og eitthvað. Já, ég held að J.D. Vance sé alveg svona líklegur til þess að halda uppteknum hætti með nákvæmlega sömu stefnu. Hann hefur rætur í svona makarhefingunni. En heldur að hann geti náð, því að það dugar ekki að vera með hana. Þá er þetta bara podcastar eins og Tucker Carlson eitthvað svolítið, þú getur ekki unni kosningar. Nema að þú vinnir traust gömlu íhaldsmannanna inn í flokknum, nýfrjálshyggjumanna, og þú þarft að vera með eitthvað svona þandþol til þess að margir hópar líti á þú sett lykilinn að ég fái mínu fram. Þó svo þessi gagnstætt þeim sem eru líka í tjaldinu. Þetta er náttúrulega stór merkilegt. En þetta náttúrulega sýnir bara hvað þetta bandaríska kosningakerfi er bara galið. En það sem ég á við er að með í raun og veru þetta tveggjaflokkakerfi og svo með forseta, þá einmitt eins og þeir eru bara að tala um ef við tölum bara þessar tvo stóru flokka, demokrata og repúblikana, og svo innan hvers flokks eru ólíkar hreyfingar. Og svo einhvern veginn skiptir máli hver nær yfirtökunum þar og það er ekkert gagnsætt fyrir kjósendum. Og er þá ekki bara betra að vera með
marga aðeins minni flokka eins og við erum með hérna á Íslandi og við erum náttúrulega ekki með forsætisráðið, við erum með þingræði. Það sem að þessi flokkar þurfa einhvern veginn að koma sér saman. Í staðinn fyrir þetta sé allt einhvern veginn og eins og í Bandaríkjunum þá þarf einhver einn maður að reyna að halda, eða einn maður eða kona að halda utanum þessi ólíku sjónarmið. Og þá verður þetta svo ógagsett. Og það að flokkurinn breytum stefnu í tveggjaflokkakerfi, þá er það vegna þess að einhver hópur innan flokksins nær yfir á hann. Ekki vegna þess að það sé einhver endilega eftirspurn eftir því hjá kjósundum. En við eigum svona dæmi á Íslandi, heimreiðaklíka náði völdum í Sjálfstæðisflokknum. Við gætum sagt að Kristrún nær eiginlega völdum í Samfylkingunni, en það efast enginn stefnuna sem hún velur vegna sem hún skilar árangri. Já, en þessi flokkar komast ekki í meirihlutastjórn. Þannig að það er náttúrulega skilur á milli þar. Auðvitað eru átak innan flokka líka í hlutfallskosningakerfum, en það sem að það er ekki einhver einn flokkur eða fulltrúi einhver eins flokk sem að bara ræður í meirihluta, þá er það bara, held ég bara öllu leyti betra fyrir kjósendur. En svo náttúrulega líka bara, frambjóðendur laga sig að raunveruleikanum í repúblikanum. Þeir sem fara í prófkjör, þeir vita, fara í forval, þeir vita að þeir þurfa að halda saman þessum þáttum. Þeir koma náttúrulega ákveðnum hreyfingum og vilja náttúrulega kannski að sín faksjón sé svolítið ofan á, en þeir vita líka að þeir þurfa hinum að halda, þannig að þeir náttúrulega reyna að tala inn til allra og reyna að halda sem flestum inn í kampinu, því það náttúrulega líka er forsenda þeirra til að það mun engin vilja missa einhvern úr skaftinu nema að geta þá skipt honum út fyrir eitthvað annað. En er það ekki líklega að sá vinnur sem kemur að utan sem að allir hóparnir geta sett sig við í staðin fyrir að koma einhvern innan úr tilteknum valdahópum Jú, það vinnur á móti T.T. Vance sem er að lesa núna, hann er bara allt og mikið makarheimingin og hinn helmingurinn af repúblikanum mun ekki unnaði með því. Já, ég meina svo líkur niðurstaði fyrir og hvað er republikanir að gera, fara til Zohran Mamdani hvað er náttúrulega bara raunveruleiki flokkakerfisins sem tekur við líka og þá ferðu bara að hafa áhrif á þann sem vinnur með öðrum aðferðum, og forvalið er ekkert eitthvað málið dautt, þá bara ferðu að reyna að raða fólki í kringum það sem vinnur og hafa áhrif á málflutningans og hafa áhrif á manifestóið og segja viðkomandi að þú verður að lofa þessu og þessu því annars farði ekki þetta og þetta. Þannig alltaf virka svolítið bandarískt stjórnmál. Eftir heimsókn Mamdani í Hvítahúsið og reyndar held ég aðeins áður að þá máttu ég greina það í orðræðu Trumpa eins og hann hefði metið það að tapið í kosningunum, þessum fáu kosningum sem að voru, væru meðal annars hefur verið mistök að loka alríkinu, en líka að það þyrfti að adressa það sem að hann hafði að einhver leyti gert í kosningabaráttu sinni, sem að Mamdani kannski orðaði betur sem er svona affordability, sem er veik, efnaðsleg staða, megin þorra almennings. Það er Bandaríkinu ríkasta land í heimi en 70% eru bara fátæk, lifa bara frá launaseðli til launaseðls. Og þannig að verði að orða inn í það og mér finnst hann hafa verið að segja þetta orð nokkru sinnum og tala svolítið eins og hann leitað einhverju og þá velti maður fyrir sig, kannski er þetta náttúrulega bara maður sem að vill vera vinsæll, vill halda völdum og vill bara reyna að sirka út að segja það sem hann heldur að almenningu vilji og þess vegna mynd þú aldrei finna trumpisma það er ekki hægt að finna, hann er ekki stundum finnst manni, hann sé að breyta samfélaginu einhvern með tiltökum hætti. En stundum upplifir maður að hann sé eiginlega bara fyrst og fremst vill hann að hann sé vinsæll. Stundum bara á hann enga þrá eitar en að vinna Nóbelsverðlaun. Það er bara Svo getur ekki bara vel verið að hann sé bara með metnað fyrir því að láta Bandaríkin skara fram úr og auka lífsgæði allra sem að þar búa. Það er bara þannig oft þannig sem að menn fara inn í stjórnmál. Já, og hann trúi því að það er aðferðir sem hann noti leiðir til þess. Auðvitað, já. Myndi ekki ætla honum neitt annað. Nei, þá á ég við að stundum virðist að vera að hann hefur ósvonlega trú á eins og til dæmis hann trúir að hann hafi komið frið í Gaza sem að það er eitthvað forsendur í punktunum hans sem að leiða til friðar og hann trúir því að hækkan tolla og fleira muni koma með störf, hann trúir því þegar Suður-Kóreumenn eða Sádi-Arabar segja að þetta fara fjárfest í Bandaríkjunum, hann trúir því að ætlir að gera það en kannski trúir því engin annar. Nei, ég held að það sé alveg rétt að hann hefur mikla trú á þeim aðgerðum sem að hann er að ráðast í. Það er nú eiginlega öllum ljóst. Já.
Svo var bara eftir að koma í ljós hver hefur rétt fyrir sér. Já. En það munur sko á því að trúa sko aðgerðavirki eða vera eins og eitthvað sem í vanda sem að vera svo vonglaður. Það stundum þegar hann til dæmis þegar hann var í Kóri eða þegar prinsinn frá Sádi-Arabíu var í Hvítahúsinu og lofaði, ég man ekki upphæðina sem hann lofaði sko. En þetta var eiginlega sko hærri upphæð heldur en í sko þjóðarsjóð Sádi-Arabíu sem hann ætlaði að fara að fjárfesta í Bandaríkjunum. Þannig að upphæðina sem að menn að lofa, eins og Evrópusambandi lofaði sko stórkostlugum fjárfestingum í Bandaríkjunum. Evrópusambandi ekki minnið að sjóði þess að gera það er bara einhver fyrirtæki í Evrópu sem að geta hugsalega gert það. Já. En Trump kynnir þetta alltaf eins og þetta sé bara búið og gert. Já. En það er kannski eitt sem við þurfum líka bara kannski vara okkur á eða hafa í huga. Ég held að heyrist nú kannski augljóslega hvaða afstöðu ég hef til Trumpisma. Mér finnst að ef við köllum eitthvað Trumpisma þá finnst mér ekki vera til fyrirmyndar og mér finnst að vera svona ákveðnar hættur í þessu fyrir frjálslynt lýðræði. En mér finnst mikilvægt að hafa í huga er að, sem ég held að þú hefur verið að koma inn aðeins inn á Frosti, er að það er eitt að vera ekki sammála því sem að Trump segir og gerir eða finnast eitthvað hans stíl og svo er annað að halda því fram og honum gangi eitthvað illt eða hann hafi eitthvað illt í hyggju. Skiljiði hvað ég við sko. Ég bara veit ekkert hans hvað sem var. Ég hef ekkert í höndunum til þess að geta haldið neinu fram með það að hann vilji valda skaða. Eða hann vilji hafi dreiftu lýðræði til þess að auka hag almennings. Já, ég bara hef enga ástæðu til þess að trúa því öðru heldur en að hann hafi trúa á þessum aðgerðum. Svo get ég haft skoðun á hvernig hann stíll er og hvort að ég sé sammála aðgerðanum. Og mér er bara mjög mikilvægt að halda þessum punkti til haga en þess að okkur hætti svo að fara í eins og hann er að kalla aðra heimskingja og letingja að þeim sem eru kannski hafa ykkur efasemdir Trump að fara að kalla hann fá þetta á harðstjóra og Hitler eða nasista. Já, og við þurfum að passa okkur held ég. Við þurfum að passa okkur á þessari orðaði, ekki bara gagnvart honum, heldur bara gagnvart leiðtón almennt. En nú hefur hann farið leið svona sem að við kannski, að því þú sagðir að hann væri fylgjandi kosningum, sem við kallaði svona kjörin fasismi, sem hefur verið að vísa þá til Orbán og Erdogan og fleira, að þú kemst í valda, þú byrjar að brjóta niður sjálfstæði fjölmiðla, akademíu, dómskerfis og eitthvað fleira sem tryggir þeir völd til lengri tíma. Og þó að þú sækir umboðið í kosningar sem að verða kannski alltaf varasamari af því að það er minni umræða í samfélaginu, þú veist alveg að þú ert ekki andmæla stjórnvöldum í þessu löndum að þess að fá yfir eitthvað skaða. En ég meina, það má alveg halda þið fram að Trump sé bara hreint og klárt á þessari braut. Sko, það má líka alveg halda þið fram að eins og við meina að brjóta niður sjálfstæði akademíunar þeir sem að styðja Trump sjá það þannig að hann er að brjóta upp það sem er orðin gjörspillt, hugmyndafræðilega gjörspillt akademía og það er það sem er hugmyndin hans að stoppa fjármagnið í gjörspillta akademíu. Og það er svona valdboðsstjórn, það sem að sá sem er kjörið forseti ákveður línuna fyrir háskólana og þröngvar því í gegn. Við höfum ekki alveg lifað í samfélagi, sko. Við höfum talið okkur vera heppin að vera ekki í slíku samfélagi. Já, en hann er ekki endilega ákveða línuna heldur, hann er að brjóta niður spillingu. Það er bandaríska sendiráðinu bannað að eiga samskipti við stofnanir á Íslandi sem að leggja áherslu á jafnrétti, fjölbreytileika og inngildingu. Þú ert að tala um DEI sem að þú skoða betur, það er þau með kerfi sem að mismunnar fólki eftir kyni eða kynþáttum og svo framvegis, sem er orðið krabbamein í bandarísku samfélagi. Það er það sem að einkananir þínar er ekki það sem skiptir máli þegar þú ert að sækja í skóla, hvaða kynþætti þú ert. Þeir sem að styðja þetta kerfi til að þeir séu að reyna að brjóta niður Bandaríkin? Nei, ég held að sko að deiltum þetta kerfi. Leiðin til helvítis er vörðuð góðum ásetningi, sko. Það er bara, það er allir að sem trúa því að þeir séu að bæta samfélagið með því að setja á svona stefnur en það getur þeirra betur að gáð kannski reynst ekki vera það heillavænlegasta sem þú getur gert. Og þú ert saman á því að forsetinn komið með svona eins og tilskipanir bara sem að banni tilteknar svona hugmyndir sem að hafa þróast í samfélaginu okkar? Það er partur á bandaríska stjórnkerfinu, forsetatilskipanir forseta og
ég svo sem ekkert sérstakar skoðanir á því en mér fannst margar af tilskipunum sem kom með þarna á færibandi vera ágætar og aðrar ekki. Það er bara allur gangur á því. En hvað finnst ykkur þetta? Þetta nú skiptir háskólanámáli? Já, þessar tilskipanir náttúrulega mega ekki ganga gegn til dæmis stjórnarskrárvörðum réttindum og ég get náttúrulega að fara í langa ræðu hérna sjálfstæði háskóla og og akademískt frelsi. Það sem kannski mikilvægt að það sé það lítið svo á að akademían hafi sjálfstæði til þess að gagnrýna stjórnvöld. Ég legg ekki blessun mína á spillingu innan háskólastofnana, þetta getur verið eitthvað misvarist þar eins og annars staðar. Ég er samt að tala svona hugmyndafræðilega spillingu, ekki fjármála. Hvað er hugmyndafræðilega spillingu? Að þetta er orðið svona, hvað að segja, fallegt orðið yfir að svona einhver gróðrastía af ákveðni hugmyndafræði sem er mjög til dæmis andbandarísk og andbandarísk, þú talar um McCarthy. Já, ég bara sem þú veist það er öll þessi gremjufræði sem félagsvísindadeildirnar eru mikið með sem eru Hvað er gremjufræði? Grievance studies, það er hvað ég segja Getur skráð með það? Já, þú getur farið í félagsvísindadeild háskólans. Það er hvað heitir, þú veist, black studies, fötlunarfræði, kynjafræði, allt þetta sem gengur út á það hugmyndafræðilega að hinn vestræni maður sé rót alls íls. Hvað heldur þú að black studies, ég vil þú tökum alls konar með indigenous studies, whiteness studies, bara you name it, allt þetta studies, program. Hvað heldur það að fá mörg prósent af heildarekstrar og rannsóknar fyrir amerískara háskóla? Ég bara svo sem enga hugmynd um það ég veit heldur ekki, en ég bara segja þú veist að það er sko 0,00 eitthvað prósent sko. Þetta er ekki, þú veist, að alhæfa, jafnvel þó að þú sért að móti þessum tildeinum sviðum eða fögum, eða finnist þau eitthvað svona hugmyndafræðileg, að alhæfa út frá þeim yfir háskólinni í heild sinni, að það náttúrulega sko bara að gera að búa til mynd úr háskólinni sem, ég meina því jafnvel þú sér sammála eða ósammála þessum fögum eða þess að finnist því jákvæðin eitthvað, en þá eru þær mjög þá er þetta ekki birtingamynd háskólanum Bandaríkjanna. En er ekki þegar að tala um að stöðva fjárflæði hins opinbera til þessar háskólar ekki á byggt á því að þessari DEI-reglum sem er ekki það sem hann að tala. Af hverju má ekki ykkur í háskóla vera að rannsaka sögu svartra í Bandaríkjunum, áhrif af þrælahaldinu? Hefur lengst að vera að banna það? Það er black studies. Já, ég er ekki að tala um að ég að banna gremjufræðin. Ég er ekki að tala um að banna gremjufræðin, ég er að tala um að þetta sé orðið undirlagt af því. Ef ég er svartu Bandaríkjamaður og er að skoða sögu míns fólks, heldur að ég sé að gera það út af einhverju gremju gagnvart hverju? Já, það er hún er skoðuð í því ljósi að þetta sé sem sagt hvíti maðurinn sé rótalsins. Trump með sinni gremju skal gremju út reka. En við erum að tala um að hann hafi stöðvað fjárframlög eða vilji stöðvað fjárframlög til háskóla sem að framfylgja þessari DEI-stefnu sem að mismunar fólki eftir kynþáttum. Og sumi háskóla byggt sig undir þetta. Já, og mér finnst það ekkit galið sko þegar háskólar eru farin að mismuna eftir kynþáttum að það sé eitthvað reynd að spilna með því. Það sem þú segir mismuna eftir kynþáttum er ákvarðanir sem voru teknar um það að vegna þess hvernig kerfið er og hvernig litarháttur má sjá það er ræður stéttaskiptingu, auð og einhverju fleiru að til þess að skapa þeim sem eru veikari alveg svo bara hugmyndin á bakvið námslán og kerfi var alltaf að gefa þeim tæki til menntuna sem höfðu síst möguleika til þess að veginn mætti að þær aðferðir sem Bandaríkjamenn notuðu til þess að ýta undir það að svartir geti farið í háskólanám, þú ert á móti þeim. Ég er bara að tala um að það er búið að kippa úr sambandi svona verðleikakerfum þar sem að þeir sem að leggja mest á sig og ná bestu einkunnunum, þeim er ekki umbuna fyrir það, heldur þetta þarf tilteknum kynþætti til þess að komast inn í ákveðin kvóta. Það er alveg rétt sem þú segir, sko, það er mörguleiti búið að kippa út
úr sambandi svona ákveðin verðleikakerfi en það tengist nákvæmlega ekki neitt kynþætti það tengist fyrst og fremst efnahagsstöðu því að í elitiskólunum Bandaríkjanum koma allir úr sama lagi samfélagsins og þegar kemur að sko hérna þar að segja það er búið mismunur gagvart Asíubúum og hvítum þú veist það eru eiginlega allir í elituháskólum Bandaríkjanum hvítir og ríkir Já, það er bara bara úr efstur og miklu meira og aftur, hvernig valið inn í skólana það er yfirleitt sko valið inn á grundvelli prófa sem að er mjög auðvelt að hakka sig í gegnum með því að borga kennurum og öðrum fyrir að komast inn En heldur það sé ekki besta fyrirkomulagið að velja inn á grundvelli einhverna á prófa? Þá þú horfum fram með því að það er í ríkari samfélagunum eru skólar sem að geta þjálfa börnin þín betur í því að komast inn í háskóla heldur en í hverfinu þar sem að hann elst upp í hjólísakverfinu í Kentucky. Þetta er einmitt þessi gremju hugmyndafræði sem ég er að tala um. Akkur sem þú ert að lýsa núna. Nei, ég meina þetta hafna því að það sé ólíkur aðstöðum. Af því að þú ert með betri einkunnir þá ert þú einhvern veginn alin upp í forréttindum sem að þú er að skammast þér fyrir. Hann getur að haft góðar einkunnir þótt að koma úr vondur skóla. Það sem að þú ert að hafna því að það er ekki valið eftir útgang hvort þú kemur úr góðum skóla eða ekki. Þetta hafna því að auður sé svona ákveðin lykill í samfélaginu að öðrum gæðum. Nei, sjálfsögðu þeir sem eru vel settir peningalega geta alveg nota tækifærin sín kannski betur en aðrir. Það er alveg rétt, ég meina, en það kallar það gremju sem er að benda á það. Ef þú tekur fólk sem elst upp við fátækt og veikan kost og þau fá lægri einkunnir vegna þess að sko félagslega kerfið og menntakerfið í þeirra samfélagum er brotið heldur en þeir sem að eftir að halda þið fram að raunverulega einkunnina sýni það að þetta fólk sem ólst upp í fátækt hafi minni verðleika heldur en ríka fólkið. Ég bara segja að besti mælikvarðin á það eru einkanunnar sem að þú þreytir prófin. Þá verður fyrst að tryggja að allir hafi aðgang á sama sumu menntun. Það er ekki þannig. En þú ert ekki að leiðrétta það þá þegar þú ert að fara að síja inn í háskólana á seinni stigum. Þú verður þá að tryggja það að allir séu með jafna menntun frá 6 ára aldri. En svo þessi umræða snýst ekki einkunnir. Þegar kemur að velja inn í topp háskóla. Já, það er bara rámt sko. Ég bara segja þetta snýst ekki einkunnir því allir sem fara inn í topp háskóla í Bandaríkjunum eru með topp einkunnir. Alveg saman hver það er. Nema náttúrulega þeir sem komast inn á því að pabbi er að byggja nýja álmu við skólan, þeir eru ekki með góðar einkunnir. En allir sem fara inn á einhvern mætti eru með topp einkunnir. Þannig að það er ekki einkunnirnar sem er að ráða því hvort að þú ert valinn inn í Harvard eða Yale eða Princeton eða jafnvel síðri skóla eins og Duke eða Vanderbilt eða whatever. Það er ekki einkunnir. Það eru sko hversu margar extra curriculars ertu með, hversu góður ertu á fiðlu, hversu marga aukatíma á fiðlu hefur þetta tekið, í hvaða íþróttaliði ertu með og svo náttúrulega úr hvaða tengslanendi foreldræðirinn koma. Þetta eru lykilfaktorarnir og þess vegna er félagslegur hreyfanleiki í bandarísku háskólakerfi, elituháskólanum, sko minni en engin. Með öðrum orðum, þú þarft að trúa því að fólk sem er hvítt og ríkt sé gáfaðara en fólk sem er hvítt og fátæktara eða svart og ríkt eða svart og fátæktara á einhvern hátt, því að þetta er sko, þetta er pípan sko. Þetta er píplunum. Það er ekki það sem ég er að tala um, að hvítt og ríkt fólk sé gáfaðara sko. En það er sko raunveruleikinn í bandarísku háskólanum í dag. Að hlutfallslega er það fólk í þessum háskólum, ekki eitthvað svart eða fatla fólk sko. Þetta er fólk hlutfallslega meira í háskólum. Þetta er samt það sem að verið að ávarpa með þessu gagnrýni á DEI-kerfið. Mismunin í Bandaríkjunum er það að ríkt og hvítt fólk fær tækifæri út frá uppruna sínum og auð. Það ekki? Það er í grundvallaratriðum það sem er í gangi og þess vegna voru menn í miðju öldina þeir eru að horfa upp á stórkostlegt misrétti í Bandaríkjunum og hvernig verið að eyðileggja samfélagið. Þá voru þeir búin til ykkur leiðir til þess að vega upp á móti óréttlætinu. Þetta er bara svipað og skattkerfi að þú setur hærri skatt á þann sem hefur mestu tekjurnar. Þú bara notar ýmis svona tæki í samfélagsins. Þú ert með námslánakerfi, þú ert með alls konar, þú ert með barnabótakerfi, þú ert með alls konar kerfi til þess að tryggja þeim sem að standa veikar meiri möguleika á því að blómstra. Þannig verður ameríski draumurinn allir hafi tækifæri. Hann er dauður í Bandaríkjunum en hann er kannski að smá á lífi í Skandinavíu. Það sem þessi kerfi eru rík. Þar getur fólk brotist upp stétt og svona, en það er bara ómögulegt í Bandaríkjunum og verður alveg algjörlega ómögulegt með stefnu Trump. En þessi gagnrýni á DEI-kerfið snýst þetta að verðleikum sem kippt úr sambandi og það sé verið að horfa meira í að hvaða kynþættið ert og þetta lyft upp einum kynþættum út öðrum og svo framvegis sem að kemur aldrei út sem sanngjörn niðurstaða.
En við getum við getum haldið áfram endalaust að tala kvótana inn í skólana, kynjakvóti og kynþáttakvóti. Ástæða eins og hefur komið fram, það ástæða fyrir þeir voru settir á sínum tíma. Þetta ekkert endilega besta lausnin, en þetta var ákveðin lausn á sínum tíma. Svo náttúrulega þegar búið að setja kvótan á, þá oft svolítið erfitt að taka hann af. En það sem að mig langaði líka að nefna, ég engin sérfræðingur bandaríska háskólakerfið, en það fleira sem að Trump hefur verið að gera í raun og það sem að skaða það, að mínum mati, að það til dæmis að taka úr sambandi styrki til rannsókna, það má ekki rannsaka trans, það má ekki heita kynjafræði, það má ekki rannsaka eitthvað sem ef að tala loftslagskrísu eða ógn og svo framvegis, sko. Og þetta vegur að sjálfstæði háskólana. Að háskólastofnanir eiga að hafa, eða fólk sem starfar innan þeirra, eiga að hafa frelsi til þess að geta rannsaka það sem að þeirra hugur stendur til, hvort sem að það eru náttúruvísindi eða félagsvísindi. Við erum vegna artikla á því að Frosti með bíógráð í stjórnmálafræði sem er félagsvísindi. Og það auðvitað geta stjórnvöld haft heilmikil áhrif á bara með því hversu miklu fjármagni þeir veita til rannsókna og háskóla. En það að banna ákveðna rannsóknir eða ákveðna tegundir rannsókna, að þá erum við komið. Hefur það verið gert? Já, það er sérst núna ekki hægt að fá til dæmis skils mér styrki til rannsókna, það sem er rannsaka trans eða kynvitund eða kynjafræði eða sérst það má ekki heita sustainability og auðvitað gera umsækjendur bara það sem þeir kunna best, það er bara skrifið á þess að nota þessu orð, en það er önnur saga. Já, ég veit ekki en þarna er náttúrulega bara klárlega verið að hafa farið inn á sjálfstæði og verið að skerða sjálfstæði. Ef að svo er, það er auðvitað ekki að banna á tilteknar rannsóknir en það er auðvitað hefur líka verið sýnt fram á að kynjafræðin sé mjög skrítin vísindagrein hvað var það að það svona rannsóknir hefur verið sýnt fram á að það séu oft svona byggðar á svona fyrirfram ákveðinni niðurstöðu og settar upp þannig að það sé verið að vinna að því að fá þessa ákveðinni niðurstöðu fram og það er alltaf mjög skrítin vísindi. Já, nú kannski við til þeim sagfræðina og allan nýfrjálshyggju tíman það sem að var meira og minna bara eitthvað svona kirkja, bara eitthvað trúarbrögð, sko. Þannig að það er bara sem að gengur yfir mannfélagið því miður og þótt að háskólanir séu eigi að vera með eitthvað svona varnarmekanisma gegn þessu að þá tekur það oft svona ákveðin tíma og ég sé ekki svona ástæð til þess að fara eitthvað á taugum yfir því þótt allir séu útviðum buxum einn áratug þá koma bara þrengjast buxuna senna, eða ekki? Herðu, eitt sem er með trumpismi, hvað er trumpismi? Það er þessi tilfinning að við höfum eiginlega mist samfélagið okkar og það kannski kemur innan úr svona makarhefingunni að samfélagið okkar er á alvarlegum villigutum og ekki bara skiptingu auðs sem held ég að flesti geta tekið undir að sé og þú veist að sömuleyti sækir Trump í svona fyrstu kosningabaráttunni sinni inn í þann raunveruleika þótt hans ekki beint að tala inn í hann en það menn hafa verið bent á það en það sem er enginn á makarhefingunni er að við höfum eiginlega svona mist svona siðferðislega og bara fótana í samfélaginu og það fannst manni svolítið ríma við svona fasismann á fyrir hluta síðustu aldar að þar var líka þessi svona hugmyndum að hinn rétti þjóðarandi hefði glatast og samfélagið okkar væri bara orðið svo splundrað og það væri eiginlega of fjölrædda þannig að við verðum að missa karakter, við verðum að verða hálfgerðum aumingjum og sömuleyti talar Trump inn í þetta, ég tala nú ekki stríðsmálaráðurinn Hegseth, hann talar svona að við séum bara að verða aumingjar og við verðum að taka einmitt upp veruleika aftur til þess að herða okkur. Er þetta ekki, myndur ekki segja að þetta að vera eitt af einkennum trumpismann, þessi svona tilfinningum að við höfum mist samfélagið okkar og við verðum að endurbyggja það með raunverulegum gildum. Svona take America back. Já, og svona þjóðernislegu gildi sem við höfum tapað og við til ef við ætlum að hafa hér gott samfélag, þá verðum við að endurbyggja siðferðislegan grunn samfélagsins. Og fara þá aftur til fortíðar. Þeir vísa svolítið til kristins grunns samfélagsins, að Bandaríkin séu kristin, Bandaríkin séu hvít
og við megum ekki missa það sé hryllingur að sjá fyrir þess að hvítir verði minni hluta einhver tíman seinni hluta þessar aldar. Bandaríkin hafa aldrei verið alhvít. Nei, ég veit að ég ekki aldrei svo fram, ég að benda á það sem þeir að lýsa á ógnina sem við stefndum fram yfir. Hrun vestrænar menningar sagði Snorri Málsson á Íslandi og vísar bara beint í orðræðu Maka þessar svona hugmynd að við sem að missa samfélagið. Og nú eigi stjórnmálin að snúast að ná því saman aftur eitthvað svona raunveruleg gildi, ekki þetta vók og transtal og eitthvað fleira. Já, það sem að ég segi þarna bara að fólk getur alveg verið á þeirri skoðun að við séum að missa eitthvað gildi eða við þurfum einhvern veginn að byggja upp samfélagi að hlúa samfélaginu sem það sem sameinar okkur en það ekkert endilega lausnin að fara aftur í þau gildi sem voru í gangi fyrir 50 árum síðan. Við stöndum bara frammi fyrir nýjum raunveruleika, hvernig ætlum við að takast á við hann og svona þessi útilokunar aðferð held ég að sé ekki mun ekki skila árangri. Það er að segja að við getum farið aftur í gamla samfélagi með því að útiloka ákveðna hópa eða útiloka það að ákveðnir hópar séu til. Þannig að ég skil tilfinninguna, það er að segja að við viljum náttúrulega hafa ákveðin stöðuleika og við þurfum eitthvað að halda í eitthvað, hvort sem að það eru kristingildi eða eitthvað annað. En lausnin kannski ekkit endilega að fara aftur í þetta, ég veit ekki, svo kallega kristna samfélag sem var fyrir 50 ára síðan. En Trump segir óvinnurinn innan landamærana, óvinnurinn meðal okkar. Já, og það bara að leysa það með, ekki með því að reka fólk úr landi, endilega, heldur, þetta bara samfélagi sem við erum að díla við núna og hvernig ætlum við að láta þetta ganga. Og ég ekkert með að lausni hvernig á að gera það, sko. En mér finnst lausnina sem eru oft nefndar vera rangar og einfaldar. Ég skil tilfinninguna, óttan og svona. Óttan við? Óttan við bara, óttan við, marglaga samfélag, ef maður getur orðað þannig, eða óöryggið, það er ójöfnur, það er fátækt sem eru ríkar, ég skil alveg allt þetta, en ég veit ekki, örglega, bæði Bandaríkin og Evrópa voru örglega meira kristin fyrir 50 árum. Það eru svona meiri veraldleg hyggja og... Það kannski verið 100 árum. 100 árum kannski. Já, fyrir 50 árum ekki. Ég ætlaði að spyrja hvernig það var þegar þú varst ungur, en því að, þú veist, maður veit ekki, þú veist, ég meina, það var ekki talað um að vera 90% Íslendinga í þjóðkirkjunni bara þegar við vorum yngri. Ja, þú veist, þegar ég var lítill strákur. Það var automatískt skráður, sko. Já, einmitt, en þú veist, það var einhvern veginn, sko, hugmyndafræðilegar súpur og orðan miklu fleiri í dag heldur en þær voru. Ég veit ekki hvort að, þú veist, það sem að Snorri Másson að vísi einhvern veginn verið svona samheldni og svona hvort að það byggist á einhverju slíku. Það sé bara í þjóðkirkjunni aftur. Já, þú veist, ég sé alveg skilur að einhverju hugsa þannig. En það mögulegt að við reka allan í þjóðkirkjuna? Nei, það held ég ekki. Það sé alveg áfrá. Það svipað og Eva að tala að... Já, nei, ég myndi þetta það ekki í hug. En ég bara velta fyrir mig hvort að þessi kenning sé eitthvað, þú veist, að það hafi verið meiri samheldni þegar það voru, þú veist, þegar bara samfélagi var einsleitara. Ég veit það ekki. Það er alveg kenning út af fyrir sig. Ég veit ekki hvernig verður þetta að mæla það. Það er eitt sem við verum að vísa íslenska sögu að þá vorum við náttúrulega að búa til íslensk samfélag og það mátti sjá árangur af því og ég held að það hefði verið svona almenn samstæð það að byggja þjóðminjasafn og þjóðleikhús og byggja hringveginn og skuðtogar í alla höfnir og þannig að það er á tímabilið sem að fólk sér árangurinn af uppbyggingunni. En við erum ennþá náttúrulega að búa til íslensk samfélag, við erum höldum því áfram. Nei, við erum eiginlega mikið þætti við um alla efnið að leggja veg og að byggja brú lengur og þurfum að vera að fá okkur engaðal til þess að gera þetta, þannig að svona hugmyndin að við getum byggt út samfélag saman er miklu minni núna heldur þegar ég var ungur þetta vitni það sem svona gamla daga. Já, ég veit ekki, forgangsröðunin er orðin einhvern veginn allt önnur. Það verist eins og áður fyrir þá hefur verið meira samheldin í að byggja upp bara þetta
samfélag en trúin, hvað sem er svo raunverulega ekki, var það að uppbygging samfélagsins myndi einhverju leyti leiða til góðs fyrir okkur flest. Þetta var misjöfnun, þú fyrst meira en ég og svona, en ég fekk samt eitthvað meira. Þetta eiginlega farið úr Bandaríkjunum sko bara undan fyrir 50 ár og sömuleyti geti verið hægt að halda fram að við værum komin á okkur hættustig á þessu að það var ekki hægt að höfða til þess að svona almennu samheldni vegna þess að hér væri misskipting eigna og við barðumst fyrir því að ná landhelginni fyrir þjóðina en nú eru bara 14 ættir sem eiga hana eiginlega. Þannig að það er ýmislegt svona atriði sem að skipta máli. En hvað segir þú með tenginguna við fasismann á fyrirhluta síðustu aldar þessa tilfinningu að við mist samfélagið með einhverjum hætti sem að makarhreyfingin gengur svolítið út á og þessi spillt? Já, einmitt. Ég held að þetta sé þráður sem er í mörgum hreyfingum. Alveg sama, þar sé að þráðurinn að horfa tilbaka sem búa til einhvers konar gilda fortíð og betri tíma sem áttu sér stað einhvern tímann áður. Það er ekki bundið við fasisma eða eitthvað slíkt, sko. Ekki eins og við hægri eða íhaldsamar hreyfingar heldur. Geta vinstri hreyfingar líka gert það og miðjurhreyfingar, ég minna Viðreisn heiti Viðreisn og er að vísa í Viðreisnarstjórnina fyrir á 7. áratug síðustu aldar. Og vinstri menn tala oft velferðarkerfi eftir seinni heimsstyrjöld og vísa þar í glæsta fortíð og afrek sögunar. Þannig þetta er náttúrulega ekki endilega eitthvað ekki endilega nýtt. Það sem er nýtt náttúrulega núna er að til dæmis að það vísaði í þessu Bandaríkjunum fjölbreyttara samfélag og eins og þið voru að tala hversu fjölbreytt var Þýskaland og Ítalía í samanburði við það sko á 3. og 4. áratugnum. Þau voru kannski ekki rosalega mikil innflutningar fólki frá öðrum heimsálfum í þessum ríkjum á þeim tíma. Þetta er svona allt önnur vandamál, þetta er allt annað samhengi sem vísað er í sko. Og þú veist alveg saman á því að það hefa svona öfgarhreyfingu samtímas er ákveðið bergmál frá fasisma og nasistarhreyfingu á þessum tíma þá samt verður það svolítið svona almennt þessi svona umræða þess mér sko. Að því sögðu eru náttúrulega Trump og makarhreyfingin að vísa í þessi gildu fortíð og það er svona fyrst mér bara vera svona almennar hluti af stjórnmálum. Það búa allir til sína fortíð og vísa í hana og það er kannski meira bara innihald fortíðar sem skiptir máli. Hvort að við séum pólitískt sammála því að sé að ræða jákvæða sín fyrir að því náttúrulega þegar verið að vísa í fortíðina það náttúrulega líka verið að búa til sín fyrir framtíðina. Það sem hefur skipta meira máli er fyrst og fremst að það sé uppbyggilega og jákvæð sín sem það verið að varpa svona fram. Þá segjum við gott í bílu Trump. Talið mikið Trump svona? Allt og mikið. Nei. Já. Nei, þú erum búin að vera að biðja að koma í Trump-tíman í nokkra vikur. Ég er alltaf svona alltaf að fara að grafa upp einhverja hrettir á honum og hann er ekki mikið að þvælast fyrir mér. Ekki. Mér finnst hann bara að vera svo mikið, hann er alltaf bara, og það er snilli Trumps, þannig að hann er media sensation. Já, og eins og bara þetta daginn þegar hann fær Zohran Mamdani í Hvítahúsi og er ekki bara dásamann, heldur fara þær fyrir blaðamannafundinn og taka mynd af sér saman. Fyrir framan risastórt málverk af Franklin Delano Roosevelt. Hvernig á maður ekki að vera að tala um þetta? Ég bara spyr. En hann var búin að vera að drulla á þeir báðir yfir hvern annan og svo voru þeir bara svakalega miklir cozy buddies þeir hittust. Já, þú mátt alveg kalla mig fasisma. Það er mikið talað Trump á mínum vinnustað í stjórnmálafræðideild og líka bæði á kaffistofunu og svo alveg sama hvað námskeið er að kenna, hvort það er tölfræði, íslensk stjórnmál eða hvað annað, nemyndum tekst alltaf að spura mig úti. Ég held með að þetta sé þannig sko. Ef að þið ætlaði að góð jól og farsæla þá er það að banna það að við ræðum ekki Trump nefnum út á svölum. Ég held að það sé líka til eitthvað svona sem er kallað Trump derangement syndrom. Fólk fær hann algjörlega á heilan og það er ég held að það sé ekkert ofsögum sagt. Það sem við erum að reyna hér er náttúrulega að reyna að greina allar þessar breytingar sem hann er að ýta undir. Ég man ekki eftir neinu fyrirbrigði sem hefur reynt að breyta samfélaginu á fjölþættan hátt og Trump og raunverulega hann er náttúrulega að skipta sér að út allan heim sem hann ekki hafa gert líka en þetta varandi fjölmiðlana, háskólana, senda þjóðvarliðin í borgirnar. Ég man ekki eftir svona fyrirbrigði áður. Sprengja báta á Karabíska hafinu. Já, ég man ekki eftir svona áður. Hvenna íþróttir skiptir sér að þeim líka. En það skiptir sér að því? Já. Herðu,
Eva, Frosti og Sveinn, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn, við ætlum ekki að tala um Trump hérna í næsta næsta kafla, en við erum að reyna að skilja heiminn samt. Gjörðu svo vel. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.